Kristíns guðfræði guðfræði sem fjallar manninn og hlutverk hans hér á jörðinni. Hún lítur á jörðina sem sköpun Guðs og Guð sá sem skapar veröldina, allt sem í henni lifir, okkur mannfólkið og lífverurnar og allt saman og viðheldur sköpunin. Sköpunin ekki tilbúin, hún sístæð, hún alltaf í gangi og hann elskar sköpun sína og vill henni vel og við erum sköpuð í hans mynd, við erum sköpuð í Guðs mynd. Það okkar hlutverk að hlúa að sköpuninni og elska hana eins og Guð gerir. Þessi hugmynd hefur stundum verið misskilin þannig að við mennirnir höfum litið okkur sem yfir sköpunina, að við eigum að grotna yfir henni og við eigum gera hvað sem er. Og það eitthvað sem þarf að leiðrétta. Þessi hugmynd er í rauninni runnið úr kristni. Þess vegna þarf samtal í kristinni siðfræði og umhverfisguðfræði. Svo hugmynd að við eigum að drottna yfir sköpuninni og við megum gera hvað sem er við hana. Hún að hluta til runninu kristni. Margir kenna kristinni guðfræði það hvernig komið Þess vegna þurfum við þetta samtal. Við þurfum að leiðrétta þessa hugmynd. Okkar hlutverk að vera ráðsmenn á jörðinni, okkar hlutverk að gæta sköpunarinnar og passa upp á hana og fara vel með hana og taka þátt í sköpunum í rauninni sem við erum sköpuð í Guðs mynd. Þá tökum við þátt og við erum hluti af sköpunarverkinu og við tökum þátt í því. En við þurfum að gera betur. Við höfum ekki staðið okkur nógu vel í þessu hlutverki. Við þurfum að gera betur og af því að það komið í óefni. Við þurfum að viðurkenna það að jörðin að hlýna og það margt að gera sem ekki gott og þess vegna þurfum við að standa okkur betur og þess vegna þurfum samtal bæði í kristinni kirkju og annars staðar. Og kristinni kirkja líka stærsta trúarhreyfing heims, þannig að hún getur orðið farvegur fyrir svo margt, fyrir góða breytingar og jákvæða breytingar. Fyrir það að við endurskoðum hvað við erum að gera, hvernig við förum með jörðina. Þetta það sem brennur á unglingum. Við höfum heyrt það bæði í æskulýðsfélögunum og líka á kirkjuþingi unga fólksins. Það haldið á hverju ári og í nokkur ár núna í röð hefur kirkjuþing unga fólksins ályktað þetta að þau vilja að bæði að samfélagið sitt og kirkjan sín standi sig betur í umhverfismálum og þau vilja leggja sitt af mörkum til þess að snúa þessari þróun við, þessari slæmu þróun sem við orðið.